Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, sérstök umræða, eðli og tilgangur þjóðaratkvæðagreiðslna. Málshefjandi er hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Hæstv. forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er mjög við hæfi að við ræðum þetta í kjölfar þeirrar umræðu sem var hér áðan. Tilefni þess að ég óska eftir þessari umræðu er þingsályktunartillaga allmargra flutningsmanna þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð flugvallarins. En við í þingflokki Pírata ræddum þetta nokkuð og komumst að þeirri niðurstöðu að vera ekki með á því máli, en sáum fyrir okkur að það myndi vekja upp mjög lögmætar og réttmætar spurningar hvers vegna, þar sem við erum jú óneitanlega sá flokkur sem talar hvað mest þjóðaratkvæðagreiðslur. En það er af þeim ástæðum sem við höfum einnig pælt mest í þjóðaratkvæðagreiðslum, eðli þeirra og tilgangi og til hvers þær eru og til hvers þær eru ekki. Það er nefnilega ekki þannig að þjóðaratkvæðagreiðslur séu markmið í sjálfu sér. Þær eru verkfæri. Þær eru verkfæri til þess að ná tilteknum markmiðum. Og markmið þessa verkfæris er í fyrsta lagi til þess að auka og vernda sjálfsákvörðunarrétt kjósenda í landinu. Í öðru lagi þá virka þær sem öryggisventill á það þegar Alþingi gerir einhverja glóríu sem ekki er kjósendum þóknanleg. Og í þriðja lagi til að vera almennt aðhald að stjórnmálum og stjórnmálamönnum. Það er ekki markmið verkfærisins að valdefla stjórnmálamenn og það er ekki markmið verkfærisins að stjórnmálamenn hafi enn einn auka rökræðupunkt í sínum deilum sín á milli. Og þess vegna skiptir verulegu máli hvers vegna þær eru haldnar, þjóðaratkvæðagreiðslur þar að segja, og hvernig þær séu haldnar og hverjar afleiðingar þeirra séu. Það að spyrja þjóðina einfaldlega einhverjar spurningar er ekki í sjálfu sér til þess fallið að þjóna þessum markmiðum sem ég nefndi hér áðan. Þingsályktunartillagan flugvöllinn sem hefur nýlega verið lögð fram, hún er ágæt til þess að sýna fram á galla aðferðar eins og þeirra, þótt að auðvitað gangi mönnum gott eitt til og það er í sjálfu sér virðingarvert að menn vilji spyrja þjóðina þessu. En tillagan er ráðgefandi. Hún er í eðli sínu ráðgefandi og margir vilja meina að hún þurfi að vera ráðgefandi. Ég reyndar ekki algjörlega sammála því, ég held að það væri hægt að útfæra þannig að hún væri bindandi, þá þannig að hún myndi fela innanríkisráðherra það verkefni að endursemja Reykjavíkurflugvöll við borgina. Þá væri það þingsályktunartillaga hvers gildistekning, hvað maður segir, væri bundin þjóðaratkvæðagreiðslu. Það væri auðvitað ekki það sama og einfaldlega að taka flugvöllinn burt eða setja hann eða halda hann áfram halda hann þar sem hann er ókomna tíð, en það hefði lagatæknileg áhrif. Það væri þingsályktun sem væri í gildi út frá ákvörðun þjóðarinnar. Og það myndi breyta einhverju beinlínis eftir því hvað þjóðin myndi ákveða, eða kjósendur. Hins vegar þá er tillagan eins og hún stendur núna, þá er hún einfaldlega skoðanakönnun. Hún er einfaldlega ríkisgreidd skoðanakönnun og gefur ekki stjórnmálamönnum negin aukin færi á því hvaða skref er að taka næst. Og ef það skref er að endursemja við borgina, þá auðvitað er eðlilegt að það sé einfaldlega hluti af þingsályktunartillögunni og að gildi hennar fari þá eftir því hvernig kjósendur myndu greiða atkvæði. Það er að mínu mati nefnilega ákveðin vanvirðing, sem er ekki auðvitað ætlan flutningsmanna þessarar tillögu heldur, en ég hygg að það sé vanvirðingi að draga kjósendur og kjörstað til þess eins að við stjórnmálamenn höfum einn ekstra punkt til þess að slengja framan í hvorn annan í einhverjum rökræðum. Ef það á að valdefla þjóðina, þá þarf valdið að fara til þjóðarinnar. Það er ekki nóg að spyrja hann einfaldlega og síðan velta því fyrir okkur eftir á hvað þetta hafi allt saman þýtt, hvernig við má túlka niðurstöðunar. Og við höfum svo sannarlega dæmi slíkt úr mjög náinni fortíð. Og það er ekki nógu gott að við síðan eftir á ákveðum hvort við ætlum að taka mark á þessu ekki. Við erum jú einungis bundin við sannfæringu okkar hér á hinu háa Alþingi samkvæmt stjórnarskrá, réttilega. Og ekki einu sinni frumvarp stjórnlagaráðs hefur stungið upp á hún að því að það verði neitt öðruvísi en þannig. Þannig að það er fast og það verður þannig, vonandi, áfram, ókomna tíð. Í öðru lagi þá er málið flóknara heldur en einfaldlega já eða nei. Flugvallarmálið er flóknara heldur en það. Það er samansafn af samningi, skipulags ákvörðunarvaldi Reykjavíkurborgar og svo framvegis og auðvitað mörgum möguleikum. Það eru margir möguleikar sem koma til greina. Það er ekki einfaldlega að hann verði þar sem hann er eða ekki. Þetta er flóknara en það. Og þess vegna grípur þingsályktunartillagan ekki utan um það. Sem einmitt vel á minnst að það muni einnig valda túlkunarágreiningi samanber því sem ég sagði hérna áðan. Og síðast en ekki síst að þá skiptir máli hvaðan tillagan kemur.
eins og ég segi, þá eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki hugsaðar þannig að stjórnmálamenn geti notað þjóðina sem einhvern þrýsting, einhvern meðbyr í einhverjum ágreiningi sín á milli. Heldur á frumkvæðið að koma frá þjóðinni sjálfri, hvort sem það vera að mótmæla lögum eða vera að kalla eftir nýjum. Og þetta er ofboðslega mikilvægt grundvallaratriði og endurspeglast í frumvarpi stjórnlagaráðs, en ekki í þeirri þingsályktunartillögu sem ég nefndi hér áðan. Það er hægt að misnota þjóðaratkvæðagreiðslur, það er hægt að misnota lýðræðið og þess vegna er mikilvægt að við höldum þessu umræðu til þess að átta okkur á því hvað það er sem við erum að reyna að gera, hvaða markmiðum við erum að reyna að ná þegar við reynum að lýðræðisefla Ísland. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég átti reyndar ekki von á því að fyrirspurnin snerist þjóðaratkvæðagreiðslu Reykjavíkurflugvöll, heldur þær spurningar sem hv. þingmaður setti fram og ég kýs að svara. Aukið vægi þjóðaratkvæðagreiðslna er eitt af þeim málefnum sem hefur verið ofarlega á baugi við endurskoðun stjórnarskrárinnar síðastliðin 10 ár. Aukinn kraftur hefur færst í þá umræðu vegna þess að forseti Íslands hefur virkjað 26. grein stjórnarskrárinnar, samanber Icesave-málið. Stjórnlagaráðið skilaði einnig árið 2011 fremur róttækum tillögum í þessu efni sem kváðu bæði á réttum kjósenda til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur lög frá Alþingi og rétt þeirra til að setja mál á dagskrá, svokallað þjóðarfrumkvæði. Einnig hefur réttur kjósenda til að hafa áhrif á þátttöku í Evrópusamstarfi verið ofarlega á baugi hér á landi og víðar, nú síðast í Bretlandi þar sem meirihluti kjósenda greiddi atkvæði með úrsögn úr Evrópusambandinu. Stjórnskipun Íslands einkennist af fulltrúalýðræði og hér og líkt og víðast hvar í öðrum Evrópuríkjum eru þjóðaratkvæðagreiðslur undantekning. Það þarf því að huga vel að samspili fulltrúalýðræðisins og hins aukna beina lýðræðis. Spurningin er þá meðal annars hvernig og í hvaða skrefum er hægt að útfæra hið beina lýðræði þannig að það stuðli að betri stjórnarháttum og taki á mögulegum veikleikum fulltrúa lýðræðisins. Til þess að einfalda málið má segja að við stöndum frammi fyrir 3 meginvalkostum í þessu efni. Engar breytingar á stjórnarskrá. Í fyrsta lagi væru þó engar. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru þá lög frá Alþingi ef forseti synjaði þeim eins og verið hefur. Engin vissa er það hvenær forseti á hverjum tíma beitir því valdi sínu. Ennfremur gæti stjórnvöld á hverjum tíma ákveðið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin stór mál eins og við þekkjum. Reynslan frá 2012 hræðir vissulega. Þátttaka var ekki í samræmi við væntingar. Spurningar voru að sumu leyti loðnar og því hægt að deila hver niðurstaðan þýðir og tímasetningin á þjóðaratkvæðagreiðslunni vanhugsuð. Mörgum þingmannum þótti sem meirihlutinn á þeim tíma væri að reyna að stilla Alþingi upp við vegg. Rímar við það sem hv. þingmaður var að tala hér. Það mætti því sjálfsagt reyna að skapa betri ramma utan slíkar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem allir flokkar myndu skuldbinda sig að fara eftir. Við lágmarksbreytingar á stjórnarskrá, fyrst og fremst nánari útfærslu á synjunarvaldi kjósenda, þá má hugsa sér að gera varfærnar breytingar. Fyrirliggjandi tillögur sem við ræddum fyrr í dag eru í þeim anda. Þar er kjósendum færður réttur til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna ný samþykkt lög. Í vissum skilningi er verið að nútímavæða málskotsrétt forseta þar sem hann hefur orðið einhvers konar millilið sem spyrja má hvort þörf sé á. Líkt og þekkist í sumum löndum, til dæmis Danmörku og Slóveníu, er sá varnagli í tillögunni til þess að hnekkja lögum að ekki nægir einfaldur meirihluti heldur þarf sá meirihluti endurspegla tiltekið lágmark kjósenda á kjörskrá. Þannig er þeirri hættu afstýrt að lítill hópur kjósenda stöðvi löggjöf fulltrúasamkomunnar vegna áhugaleysis fjöldans. Í þriðja lagi mætti hugsa sér að ganga lengra og færa kjósendur rétt til að setja mál á dagskrá, þjóðarfrumkvæði, og eftir atvikum knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu slíkar tillögur. Finnar hafa nýlega bætt slíku ákvæði sína stjórnarskrá en þó þannig að þingið hefur það í hendi sér hvort mál hljóti afgreiðslu eður ei. Í Sviss hins vegar hefur slíkt þjóðarfrumkvæði þekkst frá því á 19. öld en einungis varðandi stjórnarskrárbreytingar, ekki önnur lög. Ýmis ríki Bandaríkjanna hafa einnig í sínum reglum, til dæmis Kalifornía, þetta efni. Hér getur verið mikið inngrip í fulltrúalýðræði að ræða því stjórnmálaflokkarnir hafa þá ekki lengur sama vald á því hvaða mál komst á dagskrá stjórnmálanna. Ég tel þá afstöðu stjórnarskrárnefndar skynsamlega sem við ræddum hér fyrr í dag að láta við það sitja að þessu sinni að gera tillögu nánari útfærslu synjunarvaldsins og færa frumkvæði á því að stöðva löggjöf til kjósanda. Við fáum þá tækifæri til að meta hver áhrif að slíkum breytingum verða á stjórnmálin í landinu áður en lengra er haldið. Svo ég nefni aftur dæmið frá Danmörku hefur minnihluti þingmanna
1/3, einungis beitt málskotsrétti sínum einu sinni en tilvist þessa möguleika er talin hafa haft jákvæð áhrif á samvinnu þingmanna þvert á flokka í stórum málum. Í Slóveníu, hins vegar, sáu menn sig knúna til að draga í land og afnema slíkan rétt þingmanna því hann var að margra mati misnotaður til þess að klekkja á ríkisstjórn við fyrsta tækifæri. Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér, en það er ekki ólíklegt að beinu lýðræði eigi eftir að vaxa fiskur í hrygg og ég tel það nauðsynlegt. Við þurfum hins vegar ekki endilega að taka stökk fram á við þeim efnum, heldur getum fikrað okkur áfram og innleitt breytingar í áföngum. Og hér minni ég enn og aftur á álit Feneyjanefndarinnar sem kom hér til okkar með sama hætti ráðlagði hún Finnum að draga úr þeim breytingum sem þeir ætluðu sér að fara í og hættu við. Þá tekur næstu til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Árni Páll Árnason. Virðulegi forseti, það er rétt að taka undir með öðrum sem hér hafa talað það að þjóðaratkvæðagreiðslur verða vaxandi og þurfa að verða vaxandi, en það er mikilvægt að finna þeim rúm þannig að þær raski ekki heldur þeim mikilvæga árangri sem við höfum náð með þingræði og þingræðiskerfi. Og það verður að vera þannig að það verði áfram eftirsóknarvert fyrir kjósendur að mæta á kjörstað og kjósa fólk til þings. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru líka þannig að þær er hægt að misnota með margvíslegum hætti. Við heyrum oft sagt til dæmis að í þjóðaratkvæðagreiðslunni stjórnarskrána 2012 hafi þjóðin samþykkt nýja stjórnarskrá. Þar var ekki spurt það. Heldur var spurt hvort þjóðin vildi fá frumvarp byggt á tillögum stjórnlagaráðs lagt fyrir Alþingi. Og sá ríkisstjórnar meirihluti sem þá var við völd stóð við það og skilaði því verki hingað inn til þingsins. Málið hins vegar dagaði uppi hér og ég tel að sú ákvörðun þjóðarinnar bindi okkur áfram í stjórnmálunum, en við höfum að gæta þess að oftúlka ekki eða rangtúlka ekki vilja þjóðarinnar þegar við erum að draga ályktanir af þjóðaratkvæðagreiðslum. Annað dæmi hættulegar þjóðaratkvæðagreiðslur er þjóðaratkvæðagreiðslan í Bretlandi. Það sem fólki var boðið upp á að velja að fara út úr tilteknu ástandi án þess að vita hvað tæki við. Fólk sagði já við því að fara út úr tilteknu ástandi, en nú er komið upp gríðarlegt óvissuástand þar sem ríkisstjórn Bretlands heldur eftir 3 mánaða ráðleysishjal hugarflæðisfund það hvað gæti mögulega tekið við, en er með tvennt algjörlega ákveðið að þjóðin fái ekki að ákveða hvert framhaldið verði og að það verði ekki lagt fyrir þingið hvert framhaldið eigi að vera. Það er mjög öfugsnúið. Og ef þú á annað borð býður fólki upp á þjóðaratkvæði, þá átt að bjóða því upp á afmarkaða kosti. Allt þetta er eitthvað sem við þurfum að læra af í framhaldinu. Næstur tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Birgir Ármannsson. Hæstvirtur forseti, ég get tekið undir ýmislegt af því sem hv. þingmaður Árni Páll Árnason sagði hér áðan. Það er nefnilega svo að þó að hugmyndin aðkomu þjóðarinnar með beinum hætti í þjóðaratkvæðagreiðslum kunni að hljóma vel við fyrstu sýn, þá felur hún ekki í sér einhlíta lausn á öllum vandamálum og ég er sammála því sjónarmiði sem hér hefur komið fram að þingræðið og fulltrúalýðræðið verði áfram grunnstoð í okkar stjórnskipun. Ég hef hins vegar í umræðum margoft á þessu kjörtímabili og því síðasta lýst því að ég teldi að það væri rétt að gefa þjóðaratkvæðagreiðslum meira rými og sterkari stöðu í stjórnarskrá okkar heldur en nú er. Nú er gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum í ákveðnum tilvikum ef að ræða synjun forseta og í nokkrum sértækum atriðum öðrum. Og þess vegna hef ég unnið af heilindum að þeirri tillögu sem var hér til umræðu fyrr í dag og er hluti af frumvarpi hæstv. forsætisráðherra. Sú tillaga er auðvitað ekki skrifuð nákvæmlega eins og ég vildi hafa hana, heldur er málamiðlun af milli ólíkra sjónarmiða. En ég tel hins vegar að með því að gefa
kost á bindandi þjóðaratkvæðagreiðslum í þeim tilvikum sem þar eru tilgreind, værum við að stíga mjög stórt skref í því að auka vægi beins lýðræðis í landinu, þó með þeim hætti að ákveðnar kröfur eru gerðar, bæði það að það sé víðtækur áhugi á málefninu, víðtækur áhugi og víðtæk krafa það að slík atkvæðagreiðsla fari fram, og eins lágmarksskilyrði stuðning við niðurstöðu svo hún sé bindandi. Þar eru nefnd ákveðin prósentumörk í þessu sambandi sem ég held að geti verið rýmileg frá báðum sjónarmiðum, bæði þeirra sem óttast það að það verði taktík að sitja heima og eins hjá þeim sem óttast það að litlir minnihlutahópar geti ráðið og miklu niðurstöðuna ef almennt áhugaleysi er ríkjandi. Forseti vill biðja hv. þingmenn að gæta tímamörkum. Næst til þess að taka til máls er hv. þingmaður 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suðurs, Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir frumkvæðið að þessari umræðu, en hér er að ræða alveg gríðarlega aðkallandi umræðuefni og ég tek undir með fyrirspyrjanda í því efni að við þurfum að gæta því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru rétt eins og annað það sem lýtur að því að ná markmiðum lýðræðisins verkfæri en ekki markmið í sjálfu sér. Og þess vegna er brýnt að halda stóra markmiðinu alltaf til haga, að það hlýtur að vera okkar meginmarkmið, og það er mikilvægt fyrir okkur sem erum hér handhafar fulltrúalýðræðisins að hafa það markmið að leiðarljósi alla daga að styrkja lýðræðið og vera meðvituð það að allt vald kemur frá þjóðinni, beint eða óbeint, og það gerir það líka gagnvart fulltrúalýðræðinu. Hér hefur verið vikið að nokkrum afar mikilvægum þáttum. Í fyrsta lagi það sem lýtur að frumkvæðinu að þjóðaratkvæðagreiðslum, hvaðan á krafturinn að koma til þess að gera kröfu þjóðaratkvæðagreiðslur, og það er auðvitað eitthvað sem hefur verið rætt árum og áratugum saman, að þjóðin sjálf eigi að geta kallað eftir slíku og jafnvel minnihluti þingsins, og það er eitthvað sem hefur verið unnið að núna í tillögum breytingar á stjórnarskránni. Í öðru lagi þá vil ég nefna mikilvægi þess að það séu skýrir kostir sem eru fyrir hendi, og hv. þingmaður fyrirspyrjandi vék að því líka hversu mikilvægt það er. En ég vil líka segja, ef við erum að tala það að styrkja lýðræðið yfir höfuð, þá verðum við að gæta því að styrkja fulltrúalýðræðið líka. Og hér erum við með ákveðna og skilgreinda brotalöm á fulltrúalýðræðinu sem er ójafnvægi í atkvæðisrétti milli landshluta, sem skiptir máli að laga. Það skiptir líka máli að gæta jafnrétti til náms, vegna þess að menntun er líka grundvallaratriði í sterku lýðræðissamfélagi, og ekki síður sterkir fjölmiðlar og sterkt Alþingi gagnvart framkvæmdarvaldinu. Allir þessir þættir eiga að vera jafnstæðir þegar við erum að tala að styrkja lýðræðið. Þá tekur næsti til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suðurs, Óttarr Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu sem er mikilvæg og kannski einkar viðeigandi að hún skuli eiga sér stað í dag í beinu framhaldi af framlagningu og tillögum hæstv. forsætisráðherra stjórnskipunarbreytingar. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru ekki það sama og þjóðaratkvæðagreiðslur. Málshefjandi kom ágætlega inn á það að það er mismunandi eðli þjóðaratkvæðagreiðslna eftir því í hvaða tilgangi þær eru ákveðnar og hver ákveður þær. Og reynslan frá öðrum löndum er margvísleg, eins og fleiri þingmenn hafa farið yfir hérna á undan mér. Til dæmis í Sviss, þar sem er nú svona mekka þjóðaratkvæðagreiðslnanna og beins lýðræðis, þá engu að síður voru einhverjir hlutar landsins þar sem viðurkenndu ekki kosningarétt kvenna fyrir 1971, þannig að þetta er ekki óskeikult verkfæri. Og í Kaliforníu er oft talað dæmi erfiðar niðurstöður sem hafa bundið hendur stjórnvalda í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslna.
En ég tel að þjóðaratkvæðagreiðslur séu mikilvægur hluti samt af beinu lýðræði og beint lýðræði framtíðin. Aukin þátttaka, bein þátttaka í lýðræðinu nokkuð sem fylgir aukinni menntun, aukinni getu í gegnum tækni og svo framvegis. Og þá skiptir máli að hefja ferðina rétt. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að Alþingi geti við ákveðnar aðstæður vísað mjög stórum málum eða grundvallarmálum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst líka mjög mikilvægt að almenningur geti haft einhverja leið til þess að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eða málum á dagskrá. En síðan eins og þegar að Alþingi í raun og veru braut sína ákvörðun aðildarviðræður við ESB, að þá eigi líka að vera einhvers konar öryggisventill. Takk fyrir. Forseti vill aftur vinsamlega biðja hv. þingmenn að gæta tímamörkum. En þá tekur næstur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir þessar umræður. Það mikilvægt að við skoðum vel hvernig við viljum að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna sé háttað og hvað verður síðan þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það var nú þannig þegar á síðasta kjörtímabili þegar var verið að undirbúa væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu, að þá eru settar mjög skýrar reglur hvað þarf til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla sé ekki bara bindandi, heldur þarf þjóðaratkvæðagreiðsla líka vera þannig háttað að hún sé framkvæmd af upplýstum almenningi. Það mjög mikilvægt. Og mjög mikilvægt jafnframt að spurningarnar séu þannig orðaðar að þær séu ekki leiðandi. Það mjög mikilvægt að hafa í huga ítarefni sem þarf að fylgja spurningunum og langbest að það sé hlutlaus aðili sem að sér það, til dæmis Félagsvísindastofnun Háskólans, Siðferðisstofnun og þannig að það sé ekki hægt að varpa neinum skugga á neitt hluta framkvæmdarinnar. Þess vegna finnst mér mikilvægt eins og þegar við erum að tala þessa þjóðaratkvæðagreiðslu flugvöllinn, það átti sér stað ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla hjá Reykjavíkurborg sem að Reykjavíkurborg telur sig hafa framfylgt. Síðan kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu staðsetningu flugvallarins og þá erum við að spyrja sig að við ætlum að fara þennan svona þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem að ákveðin populismi í gangi hér inn á þinginu. Eigum við þá til dæmis að leggja fram þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við viljum hafa Vaðlaheiðargöng? Er það ekki þá líka eitthvað málefni sem skiptir alla þjóðina líka máli? Við verðum að passa okkur á að láta þjóðaratkvæðagreiðslur ekki fara að snúast í rangferðu sína. Þannig að ég myndi vilja óska þess að ég geti talað miklu meira þetta mál, en því miður þá tíminn knappur og virðulegan forseta velvirðingar á því að hafa farið yfir tímamörk mín. Forseti tekur þetta til greina og segir bara allt í lagi, hv. þingmaður. Þá tekur næstu til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Það kom nú fram hjá málshefjanda að hún var sprottin út af þessari tillögu hér til þingsályktunar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Það má segja, vegna þess að málshefjandi tekur þetta atriði sérstaklega til, þá má segja það að þessi tillaga og að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, hún kannski í framhaldi af tvennu, í framhaldi af því að það alls ekki ljóst að gerningur sem var framkvæmdur hér árið 2013 standist lög og það hafa fremstu lögspekingar komið fram með. Hún líka sett fram vegna þess að hér fór fram skoðanakönnun þar sem 70.000 manns yfirlýstu þann vilja sinn að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni og það var ekkert með þessar 70.000 álit gert.
Og það skýtur skökku við, finnst mér, þegar að Píratar stíga hér á stokk og talsmenn þjóðaratkvæðagreiðslna og finna því að, og hér heyrist í heilari kú Pírataflokksins, en hv. þingmanni Birgittu Jónsdóttur, og ég bið að ég verði ekki truflaður, frú forseti, við þar sem ég að tala hérna, því að ég hef orðið hérna, frú forseti, ég verð að biðja það að ég fái hér meiri tíma, því að það heyrist ekki hér mannsins mál fyrir þessum hv. þingmanni. Forseti vill biðja hv. þingmenn að vera ekki með samtal. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis er með orðið. Takk fyrir, frú forseti. Þannig að auðvitað það mikilvægt, bæði hvaðan krafan þjóðaratkvæði kemur og að spurningarnar sem lagðar séu fyrir séu algjörlega kýrskýrar. Í skoðanakönnunum sem haldar hafa verið hér, og ekki kannski þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá hefur oft vantað upp á þennan skýrleika. Þess vegna spurningin sem sett fram hér í þessari tilgreindu tillögu til þingsályktunar, hún algjörlega skýr. Og ég ítreka ósk mína það, frú forseti, að ég fái að vinna hér upp þann tíma sem fór í truflunina, en ég verð samt að segja að við þennan málatilbúnað sem hér hafður uppi, þá leitar hugur minn í gamla stuðmannatextann þar sem segir bara þegar hentar mér. Að gefnu tilefni vill forseti biðja hv. þingmenn að gæta orða sinna og uppnefna ekki aðra hv. þingmenn úr ræðustól. Það eitthvað sem við temjum okkur að gera ekki. En þá tekur næstur til máls hv. málshefjandi, þá tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Birgir Ármannsson, til máls. Hæstv. forseti, í framhaldi af því sem ég var að fjalla hér áðan, þá vildi ég undirstrika að mín nálgun gagnvart þessum efnum sú að við eigum að stíga varfærin skref í þessa átt. Í tillögum stjórnlagaráðs sem margir hafa vitnað til hér gert ráð fyrir fleiri leiðum til að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslur heldur en hér liggur nú fyrir í frumvarpsformi, og eins gert ráð fyrir ákveðnu, getum kallað samspili þjóðaratkvæðagreiðslu og þings í ákveðnum tilvikum. Ég held að þegar við erum að tala grundvallarbreytingar af þessu tagi, þá eigum við að stíga varlega til jarðar, og ég tel að það geti síðan í framhaldinu, ef tillögur af þessu tagi sem nú liggja fyrir næðu fram að ganga, þá væri hugsanlega hægt að skoða möguleika á útvíkkun síðar. En hins vegar þá held ég að sú ráðstöfun að heimila í stjórnarskrá tilteknum hluta kjósanda að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu í ákveðnum tilvikum lög sem samþykkt hafa verið á Alþingi með ákveðnum undantekningum og tilteknar tegundir þingsályktunartillagna geti verið mikilvægt og sé betra form í raun og veru heldur en að fela forseta Íslands einum að meta í tilviki lagafrumvarpa hvort efna skuli til þjóðaratkvæðagreiðslna. Það auðvitað rétt eins og hefur komið fram hér að í tillögum okkar sem sátum í stjórnarskrárnefnd var ekki gert ráð fyrir að 26. greinin málskotsrétt forseta félli niður, en ég held hins vegar að komi til þess að almenningur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu með formlegum hætti og bindandi, að þá myndi 26. greinin sennilega núllast út í tímans rás. Næstur tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Steinunn Þóra Arnardóttir. Frú forseti, flestir eða allir stjórnmálaflokkar hafa í það minnsta í orði
haft þá afstöðu að það væri æskilegt að auka vægi þjóðaratkvæðagreiðslna og að þannig megi efla lýðræðið. Mér finnst þó mikilvægt að muna að þjóðaratkvæðagreiðslur eru tæki en ekki markmið og tek þar undir með hv. málshefjanda. Til þess að þetta tæki stuðli að lýðræði eða leiði okkur að niðurstöðu í deilumálum skiptir máli hvernig því er beitt. Stjórnvöld víða lönd hafa þannig tilhneigingu til að nota þjóðaratkvæðagreiðslur ekki til að leita svara, heldur til að fá fram þá niðurstöðu sem þau vilja í pólitísku skyni. Þess vegna skiptir öllu máli hver fær að setja fram spurninguna og ráða orðalagi hennar. Til að þjóðaratkvæðagreiðslur virki sem lýðræðislegt afl verða allir aðilar að vera sáttir við orðalagið, annars verður bara rifist hvað niðurstaðan merki í raun. Það þekkjum við mörg dæmi bæði hér heima og erlendis. Hér á landi hefur mest verið rætt þjóðaratkvæðagreiðslur út frá rétti manna til að synja lögum frá Alþingi. En þar með bara verið að bregðast við ákvörðunum löggjafans í stað þess að almenningur geti komið málum á dagskrá. Fyrirmynd að því kerfi má finna í Sviss, en þar höfum við séð atkvæðagreiðslur sem ætlað að vekja umræður, svo sem nýlega kosningu borgaralaun, en einnig atkvæðagreiðslur sem sprottnar eru af útlendingaandúð. Aðferðin er því hvorki góð né vond í sjálfu sér, hún er fyrst og fremst tæki. Þá tekur aftur til máls málshefjandi og hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég held að það dugi að svara hv. 10. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Þorsteini Sæmundssyni, vegna þess að hann fór hérna inn á einmitt þau atriði sem er þess virði að ræða þessari umræðu. Og veit að ég hef ekki nægan tíma og við höfum ekki nægan tíma til þess að fara nógu vel yfir þetta allt saman. En þar sem að hv. þingmaður nefndi 70.000 undirskriftir til stuðnings þess að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta, þá styð ég það. Enda sendi ég bréf til annars hv. flutningsmanns þessarar tillögu þar sem ég útskýrði lýsti útgáfu af henni sem að ég myndi vera með á sem fjallaði þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál, en hins vegar þannig að það væri eitthvað verkefni fyrir hendi. Spurningin í þessari tillögu sem hv. þingmaður talar er skýr. Svarið hins vegar ekki. Það er einfalt já, nei svar og ekkert meira það hver eigi að gera hvað næst. Það sem ég myndi leggja til, ef menn ætla að hafa einhver raunveruleg áhrif á flugvallarmálið, þá þarf að gera eitthvað og við vitum hvað það er. Það þarf að endursemja við borgina. Þannig að ég myndi leggja til að tillagan fæli í sér að fela innanríkisráðherra hæstv. Það að endursemja og binda það ákvörðun við atkvæði þjóðarinnar. Það væri þjóðaratkvæðagreiðsla með raunverulegum áhrifum. Það væri á þann hátt bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla og ég skal glaður vera meðflutningsmaður á slíku máli. Bara til að hafa það á hreinu. Hv. þingmaður fór líka yfir þessar 70.000 undirskriftir vegna þess að ég nefndi hér að það er mikilvægt hvaðan ákallið kemur. Það er vegna þessar undirskrifta sem ég myndi vera með á slíku máli. Það er vegna þess að ég viðurkenni það að þarna eru 70.000 undirskriftir. Ákallið er skýrt, málið er vissulega umdeilt. Sama afstaða og ég hef fyrir því að styðja þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Ákallið er mjög skýrt og hefur margsinnis verið gert mjög skýrt. Þannig að ég hygg að við hv. þingmenn sé ekki það ósammála hvað það er sem við viljum gera, heldur hvernig við viljum gera það. Og ég er ekki til í það að fara að draga kjósendur á kjörstað undir þeim formerkjum að þeir hafi völd sem þeir hafi ekki. Ég vil gefa þeim valdið. Ég vil að þeir hafi valdið sjálfur og ákveði eitthvað. Og ekki bara spurningin sé skýr, heldur líka svarið og afleiðingar svarsins. Það þarf líka að vera skýrt og þetta er grundvallaratriði. Hv. þingmaður lýkur hér ræðu sinni á að vitna í söngtexta og segir bara þeim hentar. Nei, virðulegi forseti, það er tilfellið við ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Það er ekki tilfellið við bindandi. Þá tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson næstu til máls. Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu. Hún hefur varpað alls konar kastljósi á málið frá ýmsum sjónarhornum án þess að menn hafi kannski hér orðið sammála eitt eða neitt, annað en það að beint lýðræði er eitthvað sem við þurfum að auka.
Það er spurning hvaða leið við förum að því. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru sannarlega tæki til þess. Mér finnst umræðan hafa farið svolítið út víðan völl. Í Sviss, eins og margir hafa bent á, er mjög löng reynsla af slíku fyrirkomulagi og þar hefur þróunin orðið svo á síðari árum að þjóðaratkvæðagreiðslurnar eru með þeim hætti að þær fara síðan til ríkisstjórnarinnar til úrvinnslu. Það er hins vegar talið mikilvægt að spurningarnar séu skýrar til þess að sú afurð sem kemur af þjóðaratkvæðagreiðslunni sé leiðbeinandi fyrir viðkomandi framkvæmdarvald að framkvæma síðan það sem þarf að gera. Af því að hér hefur verið minnst á Reykjavíkurflugvöll þá væri það til að mynda að þjóðaratkvæðagreiðsla Reykjavíkurflugvöll væri án efa mjög skýr fyrirmæli frá þjóðinni ef hún teldi að innanlandsvöllurinn ætti að vera þar í viðræðum aðalskipulag Reykjavíkurborgar. Og ef að Reykjavíkurborg ein telur að hún eigi að hafa valdið þrátt fyrir yfirlýstan vilja þjóðarinnar til annars, þá hlýtur hér inni að þurfa að hugsa það upp á nýtt með hvaða hætti það sé. Þannig að ég held að hún myndi hjálpa við slíkar afgreiðslur. Hins vegar vil ég bara að lokum segja það að ég held að við eigum að feta þessa för inn í auknar þjóðaratkvæðagreiðslur beint lýðræði varlega. Ég held að við eigum að hlusta á þá sérfræðinga sem hér hafa talað frá Feneyjanefndinni. Bæði ráðlögðu okkur að fara varlegar heldur en menn ætluðu hér á síðasta kjörtímabili sem og Finnum og að þróa þessa för með þeim hætti sem við til að mynda lögðum hér til og stjórnarskrárnefndin lagði hér til fyrr í dag og við ræddum í frumvarpi til breytinga á stjórnarskránni. Næsti tekur máls fundarstjórn forseta, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla bara að bera aftur upp kvörtun sem ég hef stundum borið hér upp í lok sérstakra umræðuna og hún er svo að mér þykja þessar umræður alltaf stuttar. Það er undantekningar lítið að sé barið í bjöllu áður en að menn ná að segja það sem þeir þurfa að segja. Mér þykir þetta mjög gott form umræðu á Alþingi vegna þess að hér taka jafnan allir þingflokkar þátt og þótt að við séum ekkert endilega alltaf sammála í lokin þá finnst mér umræðurnar alltaf áhugaverðar, þær varpa alltaf nýju ljósi á málin og við fáum að sjá álit svo margra. Mér þykir þetta afskaplega gagnlegt form, mér þykir mjög vænt það. Mér finnst bara að vera of lítið af því og mér finnst bara að það ætti að tvöfalda í það minnsta þann ræðutíma sem að hver þingmaður hv. Fær hér til þess að ræða undir þessu formi af dagskrárlið. Þá tekur máls fundarstjórn forseta, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, mig langar að taka undir með hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni. Þetta er eitt af þeim umræðuformum hér á Alþingi sem að mér finnst hvað skemmtilegast vegna þess að hér taka allir þátt. Umræðunum er yfirleitt komið á með tiltölulega skömmum fyrirvara þannig að það er oft hægt að bregðast vel við dægurmálum og hér verður miklu meira samtal en nokkuð tíma getur orðið í dagskrárliðnum störf þingsins þar sem eru meira mónólógar frá þingmönnum og minna viðbrögð. Mig langar því að beina því til frú forseta að koma þessu áleiðis til forsætisnefndar og að þetta sé eitthvað sem að eigi að hafa í huga og mögulega endurskoða þingsköp Alþingis því ég held að þetta sé svo sannarlega umræðuliður sem eigi svo sannarlega við því að verða lengdur. Forseti mun koma þessu til áleiðis til forsætisnefndar en mun fara eftir þeim skýru tilmælum sem að hún hefur í þessum stól þangað til varðandi tímamörk og annað.